Það fólk nennir ekki að horfa ljótt fólk í sjónvarpi sko. það er bara þess vegna erum við allir með podcast Já Byrjað Góð daginn Byrja alltaf svona Já, veist, ég eitthvað bara rekk og þið bara eitthvað doing your thing Hvítir miðaldra kallmennin og Hvað segir þið? Bara fína maður Ekki Jú Velkomnir Takk sömuleiðis Takk Ok, bye Góð byrjun Herri, ég hef með eina pælingum Ok Ég var að tala við vinkonum mínu daginn Ok og hún var á Chippendales Hún var á Chippendales okay. og og horfa á krátið þetta var sýnt á Instagram hjá henni og bara einhverju kallmenn að strippa og í sálnum sko konurnar voru að tryllast og þá fór ég að pæla þegar kallmenn hafa farið á strippstað og konurnar alveg brjálar og það ástæðan að þær eru brjálar út af þær halda við kallmennirnir séum svona á strippstöðum Já, menn það, já, halda við höfum okkur svona þegar við erum á strippstöðum og það er sko, það sem kannski konur veit ekki ef þið myndir fara á strippstað þar sem ein kona er að strippa það er kannski 1 til 2 menn við sviðið mjög kurteisir að horfa meðan allir aðrir eru bara í sófanum að tala saman engin að pæla í konunni það er engin svona engin svona stemning en leið og það kemur kallmaður og konur í salnum þær grípur klófið það er bara svo bítlatónleikar þær grípur klófið þær sko rífa slá rassinn á stripparunum you name it það er óstöðvandi og ég fór bara að pæla er þetta ástæður okkur og það er haldið að við séum svona já, góð spurning Já Þetta er mjög sorglegt þegar kallmenn fara á strippstað Þetta er pínu sætt sko Þetta er rosalega þungt andrúmsloft Allir eitthvað svona vonandi hitti ég eitthvað sem ég þekki Já, líka ég held að bara flestir kallmenn fara þarna til að tala við einhverju konu eða fá athygli Örugglega margir sko Já, þetta er líka skárra en skemmtistæðra því að það er að fyrir rólegt á strippstöðum Það er ekki þetta Hei, maður Björn Það er ekki þetta En greinilega á strippstöðum hjá konum Já, á strippstöðum hjá konum hefur allt klikkað greinilega Klikkað sko Þetta voru samt Chippendale Samt sko, veist þegar menn hafa verið að strippa hérna á Íslandi Hver er? Sko Við þekkjum eitthvað sem hann var einn vinnur okkar sem var að strippa á Capitol í gamla daga Já Hann sem sagt átt að fara út í Þekkir hann vel? Þekkir hann mjög vel Ég þekkir hann mjög vel og hann átt að fara út í salin og hann byrjaði að strippa sko og leið hann var komin út í salin þá var að byrja að rífa alveg í hann og hann hætti bara við hann var bara fuck that shit sko og það er ef við myndum sjá einhverja stelpu strippa og við varum ekkert að komdu hérna rífi í hana Dýraverðni varum komið með okkur á baku og búin að brjóta okkur báða lappirnar en já, við þekkjum strippara Fór hann eitthvað tímann alveg full monty? Nei, það munurinn á sko ef kallmaður er að strippa konurnar vilja sjá þetta og það er bara svona yes, ég verð að sjá þetta og það er svona tease en leið að sjá þetta þá svona nei disappointed ég held þetta væri stærra held að þetta sé þannig sko ok þetta er áhugavert þessi gaur ætti að skrifa bókum um það þetta ekki þetta mátti í gamla dag sko já þetta var bara lagið sko já cringe góður business í dag sko Her í dag, við viljum að tala raunveruleika þætti í dag Já
Besta sjónvarpsefni í heimi? Nei Jú. Þú ert þar Alveg, nei Ég er með hérna Alls ekki, Breaking sko. Bad Það er ekki raunverulega þáttur Hæ? Þetta er raunverulega þáttur heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum Ég hélt í smá stund að þú hefur miskilið sjálfa þig Ég er bara Hann er listi minn maður Ég er bara Lost og Heroes Game of Thrones Nei, ég veist Ég er með Jersey Shore sko. Og íbarast Jersey Shore breytti bara leiknum sko. The Snooki Þetta er svo mikið sorp sjón Þetta breytinga megin Þetta var í desember 2009 kom fyrsti þáttur og þá bara allt í einu urðu allir bara Þetta er hróðalega þáttur sko Nei, hafið séð einhvern ástæðan þáttur með það? Ég hætti að horfa að þetta var hróðalegt Veist, herri spin-offið sem er, veist hérna Georgie Shore í Bretlandi það er ennþá betra það er bara ruslið sko Þetta er alltaf ruslið Ég veit það Já, Jersey Shore stera er brunkustrákar eitthvað berjandi Já, hvern annan og maður. eitthvað allir á, veist, kókaini geggjað sko Þetta var til 2012 og síðan kemur sko kom einhver pása þarna og einhver svona spin-offs og síðan var hérna Jersey Shore Family Values Já, þá voru allt voru fjölskyldu fólk og bara dinnerar og eitthvað svona alveg fucking ræðin það var ræðin það did not change anything Nei. En fyrsti raunverulega þátturinn, er það Survivor? Nei, ég held að það er hérna MTV með Cribs Nei, hérna Pimp My Ride Nei, David Eitthvað svona Big Brother eitthvað Nei, hérna My Life, eitthvað Gekka Ég veit ekki En þú veist, Ég held að það sé það var náttúrulega bara óslega mikið svona bandaríkjamarkaður en svona worldwide Já. þá var Survivor svona fyrsta stóra Þú veist, ég man ógæslega vel eftir það að byrjaði ég horfði held ég á alla fyrstu 5 seríunar ég veist, maður fylgist ekkert með þessi dag sko, þetta er ennþá í gangi Já. Er þetta ennþá í gangi? Já, það komið season, þú veist, 30 eitthvað líka sko Ói, ég myndi ekki nenni það Ég bara, en þú veist, það var geggjað fyrstu seríunar sko Já, þetta var mjög áhugavert og nýtt Veistu að þú getur fengið hérna mat eða þú borðið þetta fokkin hauga Já. Veistu eitthvað svona, eða orma eða eitthvað Já, svo náttúrulega kom Fear Factor Með Joe Rogan Það var, ég elska þá þætti Já. bara fólk látið mæta bara sínum mestu óttum bara í þættinum Ég fekk bara svona innulokunum kenda einu atriði þegar þú voru í búri og látið sökkva í vatn Já, einmitt og veistu það var bara svona lítið svona til að geta andað milli rimlana ég var bara fuck nei En besta raunverulega sitt sem að mér finnst hafa verið í TV ever voru Jackass-þættirnir Það er alveg raunverulega sitt sko Já True Það var svo Öðruvísi maður vissi aldrei hvað var að fara að gerast næst einhvern veginn Nei Þættirnir voru bara dörlu góðir svo komum bíómyndinar Er það samt raunveruleika þættir? Ég veist Þeir eru að gera þetta í raunveruleikanum, skilur Þetta er stýrt eins og Fear Factor, skilur nema þetta er bara bjánar Þetta er náttúrulega eitthvað scripted, skilur Já, atriðin eru náttúrulega scripted bara eins og í Fear Factor en það er ekki að keppa nema þeir eru bara að keppa innbyrðis hver er klikkaðastur eða eitthvað, skilur þannig séð hver getur finnastur eða meitt sem mest eða eitthvað eða hver getur gett heimskulegasta hlutin Hvað myndi hérna svona skilgreina raunveruleika þetta? Sko, raunveruleika þetta í dag er hugsaðar alltaf í keppnum Alltaf einhver peningur í endan Alltaf einhver peningur, einhver gulrót í endanum og helst að slá út einhvern annan aðala Þú veist, þetta er bara keppni Þetta er bara keppni raunverulegt fólk Eitthvað Ég er með nokkra svona sko Ég tók eiginlega bara svona skrítna þetta sem að hafa ekkert verið sýndir á Íslandi sko Það er einn sem að ég hef séð geðveikur sko og ég skal byrja á honum My Strange Addiction Ég sé þetta og ég sá þetta á Hulu og þetta er basically bara mér finnst þetta bestir þáttur heim Þetta er svo twisted maður Þegar konan var að borða svampin Já og gaurinn sem var að kissa bílinn Já, ég er einmitt með hérna sko að þátturinn er bara basically það fólk er að deila sínu skrýtnustu þráhyggjum og furðulegustu fíknum og þú veist, ég sé til dæmis kona sem elskar að sleikja kettina sína, þrífa þá hún fær svona hairból í þættinum
fór ekki ógislegt sko og þetta gerur hún þrýfur á sko nokkur sinni með viku sjálf sko já, þeir fá ekki að gera það með tungunni sinni já. Hún er að sleikja kettina sína svo fær hún herból, hún var bara í þættinum bara. Ég ætti að prófa þetta maður svo svo er einhver sem borðaði gifsiveggi og alltaf með svona bút og eins og keks bara lífur ekki lengi sko og svo var einhver sem sprautar háralakki upp í munnin bara já, þú veist that's bad mjög vond sko og þetta er alltaf þessum klikkaða stíl og eins og gæinn sem var í ástarsambandi með bílunum sínum það var bara einhver rauð Toyota Camry eða eitthvað bara ógeðslega ómerkileg bíl gefa hann það og stífbónaður sko en þú veist, í þættinum þá laðist hann fyrir fram á bílinn fór í sleik við bílinn þá var bara sleikja og kissa brettið á bílinnum þetta er ef þið finnið My Strange Addiction horfið á þetta ég held mér að það var einu sinni í þessum þætti var gaurinn sem herbyggið fullt af blöðurum já hann var alltaf alveg svona látað svona alltaf kissar bara blái og guli liturinn hvernig finna þetta fólk? bara what? Hvernig finna þetta lið? Það var einmitt sko, já ég einmitt sá nokkra klippur og það var einmitt gælan sem var að svampin hún fór alltaf í sófan sinn hún var búið með dýnuna sína þannig að hún fór sko inn til mömmu sinnar og var að stela svamp af dýnunni hennar og hún var búin með hvort að það var 8 dýnur yfir ævina eða eitthvað eða frá þetta byrjaði fucked up sko svona svampdýnur og svo var einmitt you are what you eat nákvæmlega svo var einhver gæla sem var að drekka bensín Jesus Christ hún var bara með svona 5 lítra svona jerrycan brúsa svona bensínbrúsa inn í skápin í eldhúsi hjá sér og svo voru hún alltaf að taka svona smá sopa djúðlur hann fór að lifa stutt með þér já, en örugglega ekki stutt og gæinn sem var alltaf að borða gler sáu þið það? Já það var alltaf með sko kampavínsglös og svo leis af því að það var svo þunnt glerið í hann býtu bara í það og svo ljósaperur gjössalega gali sko og maður sá hann bara vera að breyðja gler gjössalega gali sko hvernig er það á lífi? Þetta eru geggjað þættir sko hvernig væri þetta hjá ykkur eða það væri tikinu upp þáttur fyrir My Strange Addiction já ég var ekki bara inn í herbygginu inn að drekka bjór og já, það er eiginlega bara það bjór fyrir frá PlayStation Davíð væri sko út í hotni svona myrkru hotni með viski ekki með neitt nála enginn að tala við sig this is my addiction nákvæmlega bara quiet og alkohól já quiet og alkohól akkurat, það er bara my happy place nei, ég held að sko, einn af mínum uppáhalds raunveruleika sjónvarpsþáttum og það er annað guilty pleasure sem ég hef er Extreme Makeover Home Edition já move that bus maður hefur alveg lúmst gaman að því sko elska þessa þætti, þetta náttúrulega kom úr Extreme Makeover sem kom fyrst það var weird þætti sko boring shit maður það var bara ljótt fólk sem mætti og þú veist og það er gert svona þokkalegt já, einmitt og svo svona reveal í endan og fjölskyldan bara eitthvað wow. Allir að fara að hágráta bara já, nákvæmlega, loksins get ég hort á þig já, nákvæmlega þessu twisted maður ég horfði mér þess að Gulli Byggir inn á Íslandi sko já þegar mér er það skemmtilegur sko hann er þrælskemmtilegur og skoðu þetta hjá hann já, þetta var, já, ef það er eitthvað sjónvarpsefni sem að ég get mögulega að fengi tári í augun þá er það Home Edition sko nákvæmlega, sjáu þið ég þarf að búa í þessu 100 fermetra íbúð hérna allir bara þetta er bara frekar stórt hús sko ég sé fyrir mér Davíð bara í sófanum þetta er svona einu skipti sem að brosir move that bus bara með þættinum hann var alltaf með gjallarhotnið maður já, akkurat Ty Paddington algjör snillingur hann alltaf bara einn inn í herbyggju ekki komin í herbyggju my secret project elskan sko þetta er alveg góð þetta sko já, hann var svo hyper alltaf ógeðslega peppaður mjög hreskæði sko bara ákvað lítur að vera búinn á því eftir það er enginn að fara að segja mér að segja á einhverju já, nákvæmlega hann sagði sjálfur að hann var ADHD og ofvirkur já, hann er með einhverja dúndur kókaínpillur sko þá væri hann rólegur sko já, það myndi kókaínpillur já, amfetamín stera ekki nógu sterkar hann er með nógu sterkar þá er hann mjög hress munið eftir There's Something About Miriam munið ekki eftir þessum þætti Something About Miriam jú, ég er með þetta já þetta var sínt á Stöð 2 og þetta er
2004 okay. og hún gast unnið sko ástina af Miriam. Þetta voru nokkri svona hérna Jersey Shore gaurar sko, allir þannig sko, allir þannig svona manly men. Og hún var alveg heit sko. Manly man. Já. Jersey Shore gaurar ekki manly man. 2004 var það. Okay. Já, ok. Leif bara halda áfram. Ok, sorry. Herri, og gast unnið sko hérna 10.000 pund eða eitthvað svoleiðis. Okay. Í velun. Hún alltaf ástina. Herri, í seinasta þættinum var það bara gefið að hún myndi vinna hann sem myndi elska það sem myndi keppa og vinna. Já. Þetta, hún sem sagt, hún var 21 árs model frá Mexiko og var alveg heit sko. Ógislega heit, herri, hún er alltaf slimma allavega og svona. Og síðan loka þættinum þá hérna valdi hún einn og allir svona gaurarnir fyrir aftan hérna, sá sem var valinn allir heldur utan við hérna hún eitthvað bara, já en ég er kallmaður. Oh my god. Já, allir gaurarnir svo ánæður að þeir voru ekki valdnir. En þeir eru samt búin að slumma hann alveg. Já. Og gaurinn hann var alveg það var bara transkona sko. Ég það greinlega gátt að finna þetta. Drullu heitur gaur sko. Já. Bara drullu heitur sko. Já, kona. Og bara hún er kona í dag. Já. Það var allavega þarna, ég veit En ekki. sko, ef þú myndir googla Ég ætla að googlaði hérna There's something about Miriam. Nei, hvað heitir hún? Jú, Miriam. Já, þú verður að tala með hann. Í þættinu þegar maður horfði á þetta maður var bara she's hot. Já, algjörlega. Veist. Ég horfði ekki á þetta á sínum tíma en ég hérna, sá nokkur klips á YouTube og eitthvað hérna, bara smoking sko. Já. Ég held ég hefði alveg fatta með andlitsbygginguna á henni Miriam hérna. Þetta er þetta nýmynd á henni. Sko, hún var heitari. þú kannski sér það eftir á en þú veist, ég sá bara vídeo af henni í bikini. Það er alveg kjálkalína þarna sko. Já, en ég bara, ég sá vídeo af henni í bikini og eitthvað og bara stelpur geta haft a strong job. Þetta er mjög strong job. Já, eins og gott barkakíli. eins og náttúrulega hún hérna boksarinn hérna í Ólympíuleikunum. Já. Hérna, sem er nú ennþá eitthvað að verða. Það er eitthvað að skoða þetta. Já. Er hún ekki tvingt og það er svona veist tvítóla? Nei. Eitthvað svo þess? Nei, þetta var eitthvað með litningana að gera og eitthvað, þetta er eitthvað en það er ennþá þú veist, það er ekki ennþá búið að konkrétli afsanna eða sanna neitt sko. Nei, hérna, horfðu þið eitthvað bara á Cheaters? Aldrei ekki, nei. Ég horfði stundum á þetta pældi hvað þetta klikkar þættir. Já. Það bara, heldurðu að konaðinni sé að halda fram hjá þér? Já, herru, komdu í þáttinn. Og þá voru þeir að elta hana bara með private detective og vídeo og þá fór hún kannski heim til einhvers gaurs og eitthvað svona síðan, bara, herru, hún er út að borða með þessu gaur og þá fenguður eiginmanninn, sýndu honum myndböndin þegar hún er að fara inn og út og síðan bara the confrontation herru, og það var bara, hvað er þetta að gera þetta og gaurinn bara, var þetta ekki leikið? Nei. Ég er að fatta núna, ég er ógeðslega klúlis þetta greinilega, ég er ekki mikið í raunverulega þáttum. Ég hefði átt að koma með kona mína með mér, hún er all in í þessu, hún veit allt um þetta sko. Nei, hún er með Masked Singer eða eitthvað. Nei, ég horfi meira sá að það er sjónvarpið stundum sko, en nei, hún er öll í þessum ástæðum. Er hún í svona klikkuðum þáttum þjó líka? Hún er öll að sé eitthvað svona klikkað þetta. Sko, ég er basically að láta hann að horfa á Game of Thrones með mér. Já. Við erum alveg að vera búið með Game of Thrones af því að hún horfir helst bara á raunverulega þetta. Wow. Ég er bara svona að reyna að toga hana aðeins inn í eitthvað, þú veist, annað sko. Eitthvað fiction, já. Já, veist, af því að ég datt alveg sko, þegar hún tittar nýbyrði saman, að datt ég alveg all in og var að horfa á hérna að ég svona Biggest Loser og aðra svolítið tengda þætti með hérna, eitt sem heitir Chris Powell minni mig, hann var með svona svipa Biggest Loser nema one-on-one og það var ógeðslega flotti þættir og þú veist, hún dróð mig svolítið inn í þetta sko. Núna svona hvað 13 árið setna er ég að reyna að tósa hana aðeins inn í eitthvað með mér. Biggest Loser, mér fannst það geggja. Við erum bara að borða snakk og fullt af ykkur og sjá sér feitt fólk fara að gráta hann maður. Það er mjög holdt. Nákvæmlega, og með heilt smjörstykki bara eitthvað. You bastard. Þú ert að hlæja feitu fólki? Nei. Þú sagði það. Nei,
af þættinum mitt reynda bjarga þér Þjálfarandi voru svo fyrir Eitt í lokin hérna með Cheers að sanna að þetta sanna það allavega að þetta var mjög mikið real að Joey Greco sem sagt annar hóstinn hafa með þess að stungin einu sinni í einu svona confrontation þannig að því að þeir komi bara ruddust inn bara með krúið og makan og allt saman og fólk bara frýs þú veist og bara busted og svo bara þeir fólk bara öll hjólun gangi bara hvernig getur logið mig út úr þessu hvernig ég að gera, hvað ég að gera eitthvað það sé bara tók engin svona þeir ruddust inn bara hæ ástu mín, þetta systir mín hefur aldrei hitt hana við erum búin að segja 10 ár, skrítið það voru allir með eitthvað bara it's not what it looks like bara we have video classic it's not what it looks like Herri, sáu þið hérna þáttinn Kid Nation Nei. Þetta var líka Ástöð 2 Kid Nation, þetta er 2007 þetta voru 40 krakkar teknir frá 8 til 15 ára og sett í svona bæ svona kúrekabæ engum fullorðnum engar reglur, þið þurfum að sjá ykkur sjálf oh boy og það var ekkert vatn fyrir en fyrsti hérna, þrautin var gerð og eitthvað svona og þetta gekk svo vel að það var hringt á sjúkrabíl tvisvar allavega þetta var bara gerð 13 þættir sko. Og gekk þetta fínt? Nei okay. og hringt á sjúkrabíla og krakkarnir brendu sig og einn drakk hérna klór What? Og var það Trump? Já Hvað var þetta gömul börn sér? 8 til 15 8 til 15 ára? Þau ættu bara stjórn bara að finna út úr lífinu? Já Var ekki svona, ég er bæjarstjóri Jó, þetta var alveg bara Þegar hlutverk Nei, okay. Þau voru velja hvert annað bara okay. Þetta var alveg, þetta var kaos Children of the Corn bara Shit. Oh my god og síðan fullorðna fólki sem var að taka þetta upp bara lík það er eitthvað ethically wrong hérna sko Þetta voru 13 þættir og það var bara aldrei sería 2 sko. Nei, ég veist ekki skilji Þetta myndi aldrei lifa þetta í dag að finna þetta Herri, ég meina það sem hefur verið sýndur í Íslandi held að það hefur verið stöð 2 ekki viss Sexy Beasts Sexy Beasts? Sexy Beasts Nei. Þetta er bara svona dating þáttur kynnt það hvað fyrir dýr? Já, skepnur heitir Sexy Beasts þetta er bara ég var bara hvað? Þetta er ekki dýr í alvörunni Nei, þetta er ekki dýr í alvörunni Ég var bara kind Þetta er sexy kind Ok Þetta er basically dating þáttur þar sem að annarkvort strákur velur úr 3 stelpum eða stelpa velur úr 3 strákum og þau eru öll meikuð bara af klikkuðum Hollywood artists típum sko þetta er bara, þeir fá ekki bara einhverja grímu Já, það verða alveg óþekkjanlega Það er bara sett bara alls konar sitt á þau og þau verða öll skepnur einhverjum skepnur örn eða froskur eða þú veist praying mantis eða eitthvað sko engispretta eða eitthvað og þetta er ógeðslega flott gert sko þetta er bara, þú gæti bara klætt á í búning með þessi andlit sem er sett á þau bara henda með bíómynd og maður er bara wow, cool, vel gert þannig að þau vita aldrei hvernig þau líti út í raun og veru og hún fer á date með hverjum og einum sem þessi stelpa hittar 3 stráka þá byrjar þetta þannig að þau hittast öll í eitthvað einu herbyggi eitthvað og þeir sitja saman á sófa og þau ræða svona stutt saman eitthvað svo er planað date með hverjum og einum og þau eru allan tíman í þessum búningum eða með þetta make-up og þau kynnast bara aðeins að sjá hvernig lít út og svo í lokin að þá velur hún, þú veist bara það sem að leist best á og þá er svona reveal í lokin hvernig það lít út og en þú veist, svo fyndi mér þess að búninga þetta make-up að einnig kannski bara get cool ljón og meðan gæfi hlýðan og bara eitthvað froskur þú veist, en svo getur froskur bara verið miklu myndarlega en ljónið skilur í raun og verinu en trikkja baka þess að þætti allir sem taka þátt í honum are hot as fuck það er engin eitthvað svona að fara að lenda bara á það er allir bara ok ég ætla að kissa froskin ljótu prins mér finnst það samt að fyndið bara þú veist ég hef aldrei séð ljóta manneski sem þætti sko aldrei já ok amazing twist já það er eitthvað gott twist
Þannig að þetta greinlega eitthvað rigged allavega valið Já, augljóslega sko. það fólk nennir ekki að horfa á ljótt fólk í sjónvarpi sko. það er bara þess vegna erum við allir með podcast Já Ég með Vertu undan Nei, ég er bara Toddlers and Tiaras Ég er það svona krakka Fegurra- já. Þetta er svo mikið rugl Mér finnst þetta bara Rámt sko, það Þetta var er eitthvað svo rangt að veist bara fegurra samkeppni Þú ert barna. að fokki sjálfsímynd barnana Já. Alveg þvílíkt sko já, þú veist bara hversu twisted er þetta og þetta er bara America! að sjálfsögðu ég meina Honey Boo Boo kemur það Já, sko. nákvæmlega Þú veist, en bara og líka, nei, hugsa að vera bara dómari þar já, vera eitthvað lík að lappa hún er Nákvæmlega. sæt þessi Þetta er svo Bara- steikt sko. nei, hún er ekki sæt þessi Já. Bara, þetta er bull sko Ógeðslega og steikt foreldrarnir eru náttúrulega bara insane sko. Já, yfirleitt mömmur náttúrulega sem að koma hérna með þeim og Já. eru bara, þú veist, make-up og hair og þú veist, búningur og allt saman og þú veist, verða síðan alveg kolbrjálaður að barnið tapar og þú veist, Þetta er fáralegt Þá sko. fara- hvað heimur er þetta? og þá fara henni í næsta sko næsta Bæ eða borg eða eitthvað, Já. já, einmitt og taka þátt aftur og akkurat, þetta er bara þetta er bara, þú veist, taka bara season þar sem þau eru bara í svona keppnum með börnin sín og börnin kannski tapa allsstaðar og þú veist, hvernig á það að vera heilbreytt fyrir börnin? Börnin hugsa strax ég er ljótið eða ljótur eða tala Já. Þú veist, þetta er svo fucked up Nákvæmlega bara, þú veist, þetta er fucked up sko, Gjörsamlega galið. ógeðslegur heimur sko. Gjössalega galið hafið séð þáttinn Naked Attraction Attraction Ég hef ekki séð hann, ég veit hvað þáttur þetta er samt. Ég séð ykkur pródóknum þetta er þá kemur maður eða kona Mhm. og horfir á svona nokkrar hurðir eða svona skjái og síðan liftist upp og sér táslunar byrjar á þeim og fólki bak við er nakið Já, alveg completely naked og síðan alltaf eftir hverja spurningu kominu upp um hnýin og síðan bara allt innu mittið, þá sérðu allar pjölurnar og öll tippin bara, Já. og það er nærmyndir af þessu öll Já. ok Jú, ég hef séð þetta og það er bara, já ok, þessi þessi bláa hann er með mjög stóran og segja þetta Mjög steikt sko. síðan er bara bak við einn alveg bara, já, það er kallt hérna inni og allir hlóu alveg, ok, hann hefur húmor og maður er bara, fuck og síðan, leiðum búin að velja eitthvað og sér aldrei andliti og síðan, já, herru, farð þú og klættu þig úr og þið hittist nakin upp á sviði að tala saman þetta er, Sko, það voru gerðar þetta var gert í 3 löndum já, Það voru Bandaríkin, það var Bretland og Þýskaland Það komið þessar seríur út, þú veist, allir gerir sína útgáfa seríunni Já, ok Eitt af þessu land blörra alltaf kynfærin Nei. Getið þið hvað land það var? Þýskaland? Nei. Var það Bretland? Nei. What? Bandaríkin blörruðu alltaf kynfærin Auðvitað. en ekki þjóðverður og ekki brettar og Bandaríkin voru bara eru þið ekki að blörra þetta? Oh my god, what the fuck? Gett hissa Já, Clown nation of the world það meikar enda senn sko þetta ég datt stundum inn í þetta alveg bara Let's take a look at some boobies þetta var alveg bara það er að vera bara eitthvað bakfið þarna og Já, það er litt ég myndi allan tíman alltaf vera bara okkur er alltaf svona kallt hérna bara Ég er að koma til 4. skipti, alltaf svo kalt inn á með Þetta er náttúrulega allt saman fólk sem er bara haldið eitthvað í síni þörf og allir Já, síkja á já. háustíði sko. 100%. Þetta er ekki bara eitthvað þú að maður, það var ég saman með í leik þú varst að tala að það var bara hérna fallegt fólk í sjónvarpinu sko. ekki þarna í breska sko. Nei það var Það var ekki ekki það sem var fallegt sko. Nei, þetta var búinlega normal lið bara, þú veist, ekkert fallegt bara Stína sem er sástundum í búðinu eða eitthvað Já, Herru, ég er með þætti sem að hafa aldrei verið sýndur á Íslandi það voru líka bara gerðið 8 þættir ok Best Funeral Ever What? Já. Það er útfarastofa í Dallas í Texas sem heitir Golden Gate þetta er svona fjölskyldureikin útfarastofa og þau sérhæfa sig í að gera svona bara bigger than life jarðarfarir sem eru öðru í sig Ok og sem sagt bara over the top jarðarfarir þegar ég deyn en ég láta mig gera mig þar Þú eru að koma með þema því að það þema í öllum jarðarförum jarðarförum sem það hafa haldið í þessum þáttum til dæmis það var keilu þema því að þetta var mikil keilu maður sem að dó elskar keilu þannig að það var alltaf keilu þema í gangi
og þetta var gert í Keiluhöll. Já, það var bara, kistan var bara á Keilubrautinni og hann var kvaddur þar og allir í Keilu á meðan örugglega einhverjir, ég veit það ekki, ég sá ekki þáttinn sko. Kistunni ítt síðan svona svo var Svo var einhver gæði sem elskaði box Jarðar fór fram í boxring hann var bara, presturinn og kistan voru bara í hringnum, fólk sat í kring eins og það var í boxkeppni og það var bara einhverju skemmu sko. Reyndar það helviti töff sko. Og svo var brúðkaupsþema í einni Jarðarför, þannig að venjúið var normal þú veist, ég veit ekki alveg hvernig þið listi það en, og svo var eitthvað, þú veist, svo var Hawaii þema og Kúrika þema og hvernig þema var hjá þér? Hjá mér? Já. Og rock þema? Nei, það var svona flottu pub Nei, jú það var ekki Cheers! Það var eitthvað svona tónlistöðum með mér, ég held að hjá þér? Davíð myndi vel vera kyrð þeir bara fuck all you ég vil ekki svona fara í það væri sko heavy metal þema það væri sko Metallica spila allir í svörtu með lita svart hár og svo þegar kista fyrir niður allir að segja yeah nákvæmlega alveg svo Jens Hetfield Whiskey in the jar nákvæmlega Þrefalt fyrir Davíð nailed it en vældi samt í þetta er svo fár ok, þetta er ekki starf í Afríku minni mig, einhverju Afríkulandi þar sem að það mitt tíðkast að líkisturnar eru ógeðslega svona elaborate þú veist, þú getur fengið líkistar sem er í læginu eins og hælaskór þú veist, kókdós eða whatever en þú veist, ég bara, ok geggjað, þú veist, það finnst mér flott en pældi að vera ástvinir þarna og það er bara eitthvað kamerakrú sem að, þú veist, er að taka þetta allt upp það finnst mér svo fáránlegt ég er að brotna niður, kem kamerakrú já, náðu þessu, ég er að gráta alveg reyna að halda andliti það finnst mér bara sjokkarinn, skilur ég pældi ég ógeðslegt vibe, skilur ég nógu óþægilegt að vera í Jarðarför sko hvað það er bara með eitthvað kamerakrú í smettinu sko það er ræðilegt viðbjóður sko ég er að horfa á Love is Blind já geggjaði þættir þangað til að þið byrja veist, tala saman þá er þetta ekkert gaman sko. ég spóla mjög mikið yfir þættina sko þetta er svona konsept þegar hafið 10 daga in the pods þú farið aldrei að horfa á manneskuna það er bara veggur á milli og þeir eru að tala saman og fólk í 10 daga nei, sumir sko biðja manneskunar eftir 3 daga bara, ég hef aldrei verið jafn ástfangin af neitt mannesku ég var ekki búin að sjá hana nei, síðan bara will you marry me og það bara, oh my god, já og síðan er sko, deginum eftir þá er svona gangur er einhvern tíma ljótt fólk? Já, það var smá skandall í senasta season þegar konan mistaði út í sér að hann var líkt við Megan Fox og hún var ekkert eins og Megan Fox alls ekkert þar sko og það er mjög vandrarlegt þegar þau fá að sjá hvort annað síðan eru að labba þau bara oh my god og síðan þau eru kissast í fyrst skipti og það, veist einn gaurinn var þarna svona konan alveg hvað er þetta að gera sko. Þetta er mjög gaman sko. Síðan faraðu eitthvað og kynnast aðeins betur Gigiri já, veist eitthvað staðar veist í Mexiko eða eitthvað og síðan spólaði ég út af því að það er eitthvað drama og veist, síðan bara komið að giftingunni eftir viku eða eitthvað og stumir bara í veist, orðið alltarinu bara nei, ég er ekki tilbúin og fjölskylda bara what? Oh my god líka bara gæst ekki sagt þetta í gær eða eitthvað já, einmitt kannski 1 dagur í viðbúð, þá er tilbúin svona commitment ég mæli alveg með þessu, þetta er alveg þetta er fyndi sko að horfa á bara og biðja einhvers bara þú tótt að sé bara 5 dagar ég veist neglast þetta bara mér er svo líkt við Megan Fox og svo bara ekkert líkinni hún var ekkert hún hafði svona strong jaw ok ég geti sagt mér er svona líkt við Vin Diesel þú bætir á 20 kílóum ekki af vöfðum
Nákvæmlega, svona cross á milli Vin Diesel og John Goodman Nailed it. Thanks man. Sorry Já, talandi drama Jerry fucking Springer Jerry Já, Jerry geggjaðir þættir. Elskast að Já, þættir ógeðslega mikið fake allt saman En þetta var svo gaman, bara það sem þeim datt í hug Það var líka bara svo mikið trash-lið sem kom inn í þess Ég að veit það redneck-lið Alveg Já, bara, þú ert að sofa sýstir minni eitthvað bara Þetta var annarkost einhverju svona redneck trailer park dæmi eða bara the darkest ghetto sko. Já. Þú veist það var bara aldrei eitthvað venjulegt fólk þarna sko. Venjulega fólki satt í salnum að dæma og gera grína það var bara flæjandi og svo líka þegar fólki í salnum fekk mækin og kom með eitthvað svona diss ég var að pæla þú hann í rauðabólum eitthvað, þú veist, eitthvað drullaði yfir þetta lið sko. stólarnir að fljúa sviðir og allir bara Jerry Fætin reyndar komur rosa vel út það var bara þetta, ég trúði alveg fætunum þegar fólki var að slást og deyraverðir hann hoppandi inn í og eitthvað þú veist, ég var alveg að kaupa það sko Núna komið þáttur sem hann alltaf fá feðra DNA Já, not the father Já. You are not og konan alveg bara oh my god, ég veit ekki hver er pappin og veist, hann alveg yes, ég er ekki pappin það var svona þáttur í Englandi The Jeremy Kyle Show hann var svona blanda af eitthvað svona You're Not The Father og Jerry Springer og var með alls konar mál svo held ég að sá gæja hafa bara verið cancelar Jeremy Kyle, mér minnið það bara þátturinn alltaf teginn loftinu ég veit ekki alveg hvað gerist en ég sá oft klippur á þessu á netinu og þetta var bara svona Jerry Springer feelingur Já, ég er nefnilega að sé klippur á þessu líka og ég er alltaf bara þú veist, þetta er svo sad þú veist, það er barnarni í spilinu og annað fóreldrið er bara eitthvað þú veist, bara ala upp barni kannski 7 ára eða eitthvað og þú veist hann er bara einu sem er að hugsa bara ég þarf ekki að borga meðlag líka Já, nákvæmlega, klárlega en þú veist, það er samt barnarna sem átt að sjá þetta eitthvað dag Ég sá einhvern veginn hérna nákvæmlega það er líka til hérna eitthvað svona þáttum með eitthvað dómara sem er með þetta You're Not The Father eitthvað og það var hérna, ég sá einhvern veginn að eitthvað kona sem kom í salin og hún búin að vera, þú veist, með einhvern gaur í 10 ára eða eitthvað og 6 ára barn og hann var alltaf að efast hann væri pappin hann gekk barninu bara 100% föðustaf og bara elskaði barninu og allt það og svo kom í ljós eitthvað að þau fóru að rífast og svo fór hún með þetta fyrir rétt og svo kom í ljós að You're Not The Father hann fór að hágráta gæin hún var alveg og hún var bara og dómarinn var bara haltu, kjafti þessi maður er bara að ala barnið með þér upp og elska eins og sitt eigið, þú ert að fagna því að hann sé að fara úr lífinu þú ert bara að fagna því að hann sé að leiðin út af lífinu í barninu þínu og bara ég sé þetta myndband og ég bara þú veist, ég ætti að með mér ég var bara svo ánægð hvað dómarinn tók hana alveg á beinu Já, vá hvað flott hjá þér sko, bara ertu fucking joking mér sko, nákvæmlega wow Women Herri, ég meit svona lighten it up hérna ég meit svona skrítinni viðbútt síðast ég á mér sko það er hérna þættir sem að hétu í Bandaríkjunum Outrageous 911 What? Já, þetta er bara fólk að ringja í 911 út af algjöru kjaftaði það voru í gangi í 2013-2014 og það voru bara fjallaðin bara fáralegustu 911 útköllin sem að þeir þurfti að sinna og það var hérna 911, ekki 911 Já, fyrirgeðu 911, totally different Sorry Þú ert ekki að grína símtólunum sem komu inn 911 Nei, ok, 911 I can't get down Sorry Fucking mismælti þið maður Ok, þetta er og þættirnir heita það sem að aðal útkalli fjallarum sko. The Mean Lady Next Door einhver, það verður að hringja kvartir einhverjum erfiðu nágranna The Mean Lady Next Door svo var hérna einhvers þurft að róa They made my burger wrong ok, vitlu sambrakari hringjulögguna svo var hérna Locked inside my car hversu erfitt er að komast út að læstu bíl Nei I'm locked inside my car
Vá. Og svo var hérna Sleep on the Toilet örgulega verið almenningssalinni Já. Og svo eitthvað TP emergency sem er alltaf bara toilet paper emergency þá ringir maður í 911 greinilega Sjálfsög. Fucking bandaríkjamenn Sér vera bara Vá maður. Vera eitthvað bara 911 emergency 911 anniversary hvað það er Emergency 911 anniversary Byrja aftur Ég hætti við að segja Fuck Hvernig gerir Davíð þetta? Kliftið út 911, what's your emergency? Jesus, þetta er erfitt. Já. Ég er ekki með meira Það er Bridezilla Nei, Bridalplasty, meina ég Bridezilla Bridalplasty Ég las bara aðeins vitlaust hann Bridalplasty Já, Bridalplasty Plasty Já, það voru fengið fullt af konum Já sem er að fara að giftast en þær voru bara svo ljótar sko. Þær vildi vera sko, fallegar á brúðkaupsdaginn Já, svo að það er allir, veist, bara serían er þannig að það er bara fyrir nefaðgerð og tannaðgerðir og síðan bara, já, nú getur þú gifst Þetta var ég ekki í dag sko. Heldur að eitthvað verið svona Þetta er 2010 samt sko. Já, heldur að eitthvað verið svona að maðurinn hafa svona hei, vilt þú ekki fara þennan það? Þórun, þetta er alveg snið Shit Ég er með, veist, botched Ég elska botched. Hvað er líka? Það er svona misefna að líta. Shit, hvað, ég veit ekki neitt raunverulega þetta Þú ert að, you're missing out man Já, botched er já, það Er það misefna að líta ekki? Já. Það var að reyna að laga það og Laga sem sagt svona klúður. Interesting það er fucking hilarious Það er eitthvað sem að jóla til maður er eitthvað bara, veist, veist, eitt brjósti lafandi og eitthvað svona veist, Já. alveg, Og þetta eru bara sjúklega færi lítalæknar sem sagt sem að fá bara fólk með til sín og svo er bara verið að fara yfir hvað er af og hvernig laga á eitthvað. Það er mjög skemmtilegt sko. ég er með einni viðbætt, ég ætla að taka hans senast Ok, ég er svo sem bara með einni viðbót því að við vorum alveg með eitthvað í sama hérna. Game 2 2. Winter. Game 2 Winter Game 2 2. Winter. Þetta var sem sagt rússneskur raunveruleika þáttur. Hversu lengi við lifur af í Síberíu? Já, svarið er 7 mínútur og hann er á 11. þáttaröðin í dag Nei, hérna þetta var svona samfélagstilraun og í rauninni bara svona fjölmiðla brellur má segja og hérna hann átti að frumsýna í júlí 2017 þannig að þú veist, þetta er ekki gamalt en hann vakti svolítið athygli að því að hérna, framleiðendurnir fullyrtu að reglur myndu leyfa allt okay. nauðganir what morð, the fuck allt saman var leyfilegt morð, skilur við það er bara svona ef ég drep þig ég er ekki það var bara allt fyrir þáttinn og þetta var bara Jesus Christ það var allt vitlaust á netinu eðlilega og þess þátturinn var líkt við raunverulega hungurleika í rauninni sko. Hvaða hálfvita skráðis í þetta? Ég held að það hef ekkert orðið að þessu sko. Nei, það er þetta þetta var þetta átti náttúrulega að vera eitthvað svona samfélagstilraun líka skilurðu, svona social study eitthvað en þetta átti að gera og þetta var, þú veist If you let them compete, will they kill each other? Þú veist there are no rules Já, nákvæmlega Já, þú veist, það er bara, ég veit ekki, penningar í endan eða eitthvað, þetta var einhver Yevgeni Pjatkovski sem var einhver aðtapna maður í Rússlandi sem var að framleiða þetta Psycho En já, þetta var pínu twisted sko Ég vil taka senast Shout out to Russia Þið verðið að sjá hana þátt Ok Dr. Pimple Popper Ói, nei takk, ói, ég geti þetta ekki sko Það hef ég aldrei fatt Geti þetta ekki Leiðu að horfið á þess að þetta sko, ég hef kúast við að horfa á þetta Kona mín elskar þetta bara veist Ég held að alla stelpur elskar þess að þetta Það er eitthvað, já bara veist, þegar gröfturinn svona flýgur hann og síðan sko, það var einn sem var með svona eins og handbolta á öxlinni Oh my god og hún alveg, veist, doktorinn hún er alveg bara, veist hún er svo æst í þetta og það er bara, wow hvað ertu búin að vera með þetta lengi svona, síðan sko þegar þetta er skorið upp og allt sínt sko en
ég er að segja, það var eitt þarna ég kúaðist svo mikið og strákurinn mér var eitthvað bara pabbi er alltaf læg ég alveg ekki koma inn hann alveg hljópinn ég alveg nei sem bara kíkt hann að sjónvarpið og hann bara það var scarred ég ætla ekki að segja þetta sko í alveg, farið á YouTube gerið, best of Dr. Pimple Popper nei ég bara getið þetta, ég myndi gubba sko þið sjáu ekki eftir því sko nei, ég veit ekki nei já, þú veist það kúast og barnið þetta scarred en þið sjáðu ekki eftir þessu totally já, ég mæli með þessum þáttum sko. já, ég er góð bara ég geimi það bara herru, ég með einn leik á ykkur inn í lokin ok og því að þið vitið ekki til fótbolta nei þannig að þið að giska ég ætla að lesa upp inn það nöfn og þið að giska hvort þessi fótboltamaður eða karakter úr Harry Potter ég átti svona að segja klámyndaleikari nei herru, byrjum á það fyrsta er þetta fótboltamaður eða er þetta Harry Potter karakter ok, hendur upp eða já, ekki bara okay. Cho Chang fótbolti ránd hæ? þetta er eitthvað karakter í Harry Potter Cho Chang ok Danny Drinkwater Harry Potter Harry Potter fótboltamaður Harry Drinkwater Danny Drinkwater that sounds made up hey Harry drink water já, það stendur á þannig að treyna drink water ok gott spons herru, Peter Pettigrew wow ég var undan þetta er Potter ok, þetta er Harry Potter, já ok, tilbúinir við sem þetta sko það haldur utan stíin það haldur utan stíin nei það er 1-0 fyrir mér ok það er 1-0 fyrir mér ég gleymi því alltaf, ok 1-0 fyrir Birki 1-0 fyrir Birki þú nefndir að ég bara, já þetta ok 1-0 fyrir Birki, ég hef það svona ok næsti, er þið búinir? Evan Rosier fótbolti nei, Harry Potter en þó 1-0 fyrir Birki ok, ég er að vinna ok Alfonso Areola fótbolti já, 2-0 fyrir Birki Areola, það er það ekki gervart það? nei, það er hringur í kringur gerust já, ég meina það stendur áttan að treyna Areola pepperoni já, ok herri, næsti Kai Havertz ég veit ekki hvað var undan ég er ekki svo tileiður leið mér, ok, Davíð Harry Potter fuck 2-0 fyrir Birkja þó shit, og næsti já. Fleur de la Cour Harry Potter 2-1, já, Davíð ok hann er bara giska núna hann er búin að vera allan tíma já, ég ekki neitt herri, Maximilian Kilman fótbolti já, rétt 3-1 og já, það stendur áttan að treyna Kilman herri, næsta Alastor Moody Davíð Harry Potter já, rétt hvað, 3-2 ég fekk ekki að svara 3-2, nei, hann rétti penda undan vissir þú svarið þarna já ok 3-2 fyrir Birkir þetta er tilbúinir hendina niður Birkir hún verður að vera stólarmin já, ekki gera svona okay. hún verður að vera stólarminum ok Victor Crumb Davíð var undan Harry Potter ég veit þetta það er 3-3 maður ég vissi þetta shit, það eru 5 eftir come back tilbúinir það er 3-3 5 eftir Rodri Birkir fótboltamaður rétt 4-3 fyrir Birki Rodri rosalega fótboltamaður sko ok nýbúin að vinna bestur í heimi fáránlegt nafn Rodri ekki að leika með þér herru Niklas Fulkrug það er Potter það er fótboltamaður það er ennþá ok 4-3 fyrir Birki ennþá loser you suck herru 3 nöfnu viðbót Oliver Wood Birkir fótboltamaður já nei Harry Potter you fucking asshole það er þá 4-3 fyrir Birki en ég held að þetta var svo rétt herru ok næst síðasta 4-3 fyrir Birki Manuel Ugarte Potter
Fótboltamaður. Þetta var fótboltamaður, Birkir fær ekki stigið. Fuck. 4-3, síðasta. Tilbúinir. Mikki Van de Ven. Hvor var undan? Ég skal gefa honum. Hvað færið á að jafna? Já. Fótboltamaður. Ekki segja neitt. Harry Potter. Það var fótboltamaður. 4-4. Yes! Ég þarf að koma með eitthvað útsláttar. Nei. Jú. Gefum honum jafnteflið. Ertu svona vissum að þú vinnir? Já. Ef hann kemur með eitt í viðbót? Já, 100%. Hey, Harry Potter. Jók. Harry Potter. Segjum 4-4. Bye.